Náttúrulega risavaxin verkefni. Hvort verkefni fyrir sig rétt rúmlega 2 milljarða bandaríkjadollara á stærð. Þannig að það mjög stórt og auðvitað hefur það áhrif á Íslandi. Þörfin á uppbyggingu þekkingar og innviða í Afríku gríðarmikil. Í álfunni búa nú 1300 milljónir manna og árið 2050 því spáð að í Afríku muni búa 2500 milljónir manna. Í Eþíópíu, næst fjölmennasta landi Afríku, búa nú 110 milljónir manna. Þetta eitt af fátækari ríkjum heims en þar hefur á síðustu 2 áratugum verið undraverð framþróun. Mjög hefur dregið úr fátækt og hagvöxtur hefur verið með því mesta sem gerist í heiminum. Niðuraustur-Afríku liggur Sigdalurinn mikli sem gríðarstórt misgengi á plötumskilum Afríku, Arabíu og Indlandsflekkans. Þar undir liggja grunnstæð orkuhól sem í dag eru talin eitt af bestu jarðhitasvæðum heims til framleiðslu á umhverfisvænni raforku og þar hefum við Íslendingar mikið fram að færa. Orkufyrirtæki Reykjavík Geothermal hefur undanfarin ár selt þekkingu Íslendinga í uppbyggingu jarðvarmavirkjana víðum heim. Veigamestu verkefni fyrirtækisins eru einmitt í Eþíópíu, þar sem unnið í samstarfi stjórnvöld landsins að uppbyggingu 2 500 megavatta jarðhitavirkjana. Þessi verkefni eru feikistór. Samningafyrirtækisins við stjórnvöld í Eþíópíu uppbyggingu virkjanna og orkuframleiðslu eru þeir stærstu sem Íslendingar hafa gert erlendis á sviði orkumála. Guðmundur Þóroddsson forstjóri Reykjavík Geothermal og einn af stofnendum félagsins. Við höfum fengið hann til að ræða félagið og verkefni þess í Afríku. Velkomin. Takk fyrir það. Getur þú sagt mér aðeins svona í upphafi frá fyrirtækinu og tilurð þess? Fyrirtækið heitir Reykjavík Geothermal og nefnt upp á ensku en þess að við störfum aðalega erlendis, nánast ekkert á Íslandi. Það var stofnað árið 2008, raunar 8.8.2008 af nokkrum starfsmönnum Orkuveitu Reykjavíkur sem ákvað að skipta starfsgrundvöll og fara að vinna að verkefnum erlendis sem fylgdi því að Orkuveitan og pólitíkin Reykjavík vildi draga úr þeirri starfsemi hjá Orkuveitunni. Þetta var náttúrulega ekki góður tími til þess að stofna fyrirtæki, en nokkrum dögum seinna féllu Lehman Brothers í Bandaríkjunum og fjármögnun á svona fyrirtækjum var nánast ómöguleg. Þannig að við byrjuðum á því að starfa sem ráðgjafar fyrst og fremst og horfa eftir verkefnum í leiðinni og vorum svo heppnir að fá fljótlega stórt verkefni hjá ríkisstjórninni í Abu Dhabi sem að við gátum sinnt næstu 2 ár þar og eftir ásamt ýmsum ráðgjafarverkefnum fyrir fyrirtæki hér og þar og það hefur alla tíð verið hluti af starfsemi fyrirtækisins að vera með ráðgjöf og við höfum haft ráðgjöf fyrir ýmis af þessum stóru fyrirtækjum í heiminum eins og stóru námufyrirtækin og sem olíufyrirtækjanum eins og Aramco og fleirum. Ásamt því að vera með ráðgjöf í svona jarðhitavirkjunum. Svo var það 2011 að við náðum inn okkar fyrstu fjárfestum sem að voru bandaríkjamenn sem komu og fjárfestu í félaginu og skömmu síðar fengum við annan bandaríkjamann sem að hafa verið með okkur síðan og þá fórum við að horfa eftir verkefnum á þar sem við getum fjármagnað og staðið að jarðvarmaverkefnum frá A til Z eins og við hefum gert síðan. Hvaðan kemur hugmyndin að fara að vinna í Eþíópíu? Já, það nú þannig að við höfum þekkt til Eþíópíu mjög lengi og Eþíópía eitt af þeim löndum sem hafa verið mjög dugleg að senda fólk í jarðhitaskólann og margir af starfsmönnum Reykjavík Geothermal hafa kennt þar og það alveg þekkt þetta fólk og ég persónulega kom fyrst til Eþíópíu 2007 minni mig og þannig að það eitt af þessum stóru jarðhitalöndum sem ekkert komið á stað og svo það að við kynnumst manni sem með námufyrirtæki í Eþíópíu og hefur mjög góð svæði til að þróa í jarðhita og við sláum saman kröftum okkar og förum og
þróum þessi verkefni í Eþíópíu. Þetta náttúrulega var dálítið mikið mál að gera þetta í Eþíópíu því að Eþíópía hafði náttúrulega fyrsta lagi ekkert hérna einkarekið orkufyrirtæki eða orkuframleiðanda nema þá bara sem eigin dísilframleiðslu og þeir hafði aldrei gert svona stórt verkefnafjármögnunarverkefni eins og þetta eru, risastór verkefni. Þannig að það hefur tekið langan tíma að fara í gegnum þetta með Eþíópískum stjórnvöldum og þeir að setja sig við hvernig hlutin eru gerðir á þessu og svo þarf allt sem gert að passa við það sem að lánardrottnar fyrir verkefnina að gera kröfur Þetta er alveg mikil skriffinnska í því að koma svona á. Hver eru verkefni? Hvað eru það að gera í Eþíópíu? Í Eþíópíu erum við með 3 verkefni sem misjafn langt komin. Það verkefni sem lengst komið og heitir Corbetti sem í svona stórri öskju, eldfjallaöskju sem eru 500 megawatta verkefni, það eru 520 sem sé nákvæmur og það verkefni er að komast yfir í borfasa núna og við erum búin að framkvæma allar svona yfirborðsrannsóknir og jarðeðlisfræðilegar rannsóknir sem hægt er að gera. Þetta er mikið batteri, kostar $2 milljónir að bara rannsaka eitt svona og ekki síst þar öll svona umhverfismál sem þurfa að vera mjög vel unnin og raunar í umhverfismálum þá það sem kallaði sósíalparturinn eða félagslega hlutin, það sem sagt hvaða áhrif hefur á nærbyggðina, þarf að flytja eitthvað fólk til að koma virkjuninni fyrir og bæta fólki ef það eitthvað átt við þeirra hlut. Þannig að það er mikil áhersla lögð á það sé vel gert og við erum búin að vera að vinna í því þessu í nokkur ár núna umhverfismálum og þessum félagslegum málum. En við þar erum við búin að gera borplönin og vegina og við erum að leggja vatnsveitu fyrir borana og þess aftar. Næsta verkefni er kallað Tulumæi. Það er annað eldfjallakerfi sem er ekki langt fyrir utan Addis Ababa. Þar erum við ekki nánast komnir jafn langt. Við reiknum með að byrja að bora í Corbetti núna í sumar. Í Tulumæi erum við komnir nánast jafn langt. Þar erum við að reikna með að byrja að bora núna í haust. Og bæði þessi verkefni eru með sameiginlegan orkusölusamning og samning við ríkisvaldið hvernig sköttum er háttað og þess háttar og ábyrgðir, ríkið þarf að ábyrgjast orkufyrirtæki sem kaupir orkuna. Það er heilmikil svona samskipti þannig bæði við orkufyrirtæki og ríkið á orkufyrirtækið raunar. Og svo erum við með 3. verkefnið í Eþíópíu sem við reiknum að séu ca. 300 megawatt. Það er komið miklu styttra á leið. Þar erum við búin að gera, eða erum við raunar núna að gera þessar yfirborðsrannsóknir og jarðeðlisfræðirannsóknir og umhverfismálin og það alls saman. En við erum ekki komnir með orkusölusamning eða svona ívilnunarsamning heldur. Hverjir eiga þessi verkefni? Er það félagið með, eða eru þið með einhverjum samstarfsfyrirtækjum eða samstarfsstofnunum? Það er misjafnt í hverju verkefni. Í þessu Corbetti sem komið lengst, þar eigum við verkefnið þannig við eigum 30%. Sjóður sem heitir African Renewable Energy Fund sem er stofnað til af Afríska þróunarbankanum en eru margir aðilar á svo 60% ásamt með bresku þróunarstofnun sem heitir Infraco og svo eiga jarðboranir eða dótturfélag jarðborana á 10%. Í Tulumæi, hinu verkefninu, sem er álíka stórt og álíka langt komið, þar erum við hins vegar að vinna með frönskum fjárfestingarsjóði sem heitir Meridian og þeir eiga 51% í því verkefni og við 49%. En 3. verkefnið eigum við ennþá alveg sjálfur
Og það er svona venjulegi gangur í þessu. Við byrjum á því að koma verkefnum á spöl, fyrstu rannsóknir, fyrstu samningar við ríkisstjórnina eða orkukaupendur. Og svo þegar það er komið leitum við að með fjárfestum inn í verkefninu. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir útflutning þekkingar frá Íslandi? Það er eins og segir, þetta er náttúrulega risavaxin verkefni. Hvort verkefni fyrir sig er rétt rúmlega 2 milljarða bandaríkjadollara á stærð. Þannig að það er mjög stórt og auðvitað hefur það áhrif á Íslandi. Það er ekki bara við sem erum ekki mjög stórir, heldur erum við með eins og jarðboranir að bora fyrir okkur í svona verkefnunum. Við erum með íslenskar verkfræðistofur sem svo kallar owners engineer eða sem sagt umsjóna verkfræðistofur verkefnina fyrir okkur og það er íslenska verkfræðistofur í nánast öllum okkar verkefnum. Við skiptum við líka íslenskar endurskoðendur, lögfræðinga og svo framvegis, þannig að það er töluvert mikið af peningum sem renna til Íslands úr þessari starfsemi. Í hverju liggur styrkur Íslendinga í sölu á þekkingu á sviði jarðvarma? Fyrst og fremst er það náttúrulega að við erum með mjög sterkan heimamarkað og við höfum fyrst og fremst hannað allar okkar jarðvarmavirkjanir sjálfir á síðustu árum. Og svona 1997-98 þá var hér mikil kippur í því að reisa jarðvarmavirkjanir. Það er mikil þekking hér. Við erum líka með þennan jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna þar sem að við erum með nemendur frá öllum þessum þróunarlöndum sem eru með auglýsan jarðhita koma hér og læra jarðhita og kynnast það náttúrulega þjóðinni líka og íslensku vísindamönnum. Við höfum kynnt Ísland mjög sterkt. Fyrrverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson var náttúrulega óþreytandi í því að kynna Ísland sem jarðhitalandið allan heim. Það hefur virkað mjög sterkt. Við vorum með verkefni í vetnisstrætóar og vetnisbílar hér fyrir svona 15 árum síðan sem hefur svo haldið áfram meira að minna sem gaf alveg ótrúlega sýn á Ísland og af því að það nú náttúrulega takmarka myndefni í einu vetnisstrætó og einhverju bensínstöð þá naut jarðhitinn þar mikils góðs af að þessir hundruður fréttamanna sem voru hér að kynna sér vetnisverkefnið fóru svo kynntu sér jarðvarmann líka. Þó að margt ljótt með því segjum hrunið að þá skildi það þó eftir fullt af þekkingu í bankastarfsemi á Íslandi. Þannig að við höfum býsna sterkan grunn í því að finna fé í svona verkefni, að fara á alþjóðamarkað og finna þá sem er að fjárfesta í svona. Þannig að ég held að við höfum alla burði til þess að vera góður í þessu. En það hefur pínlítið vantað upp á viljan. Eins og tókst eftir að þá eru fjárfestanir í Reykjavík Þormælar allir erlendir, fyrir utan starfsmenn. Og við höfum ekki fundið neinn áhuga á Íslandi til þess að fjárfesta í svona útflutningsstarfsemi. Og þannig að ég held að möguleikarnir séu hérna, en ég held að það vanti pínlítið upp á að við förum af heilum hug út í þetta. Við erum meira verið í því að selja ráðgjöf heldur en að taka svona verkefni að okkur. Og það er miklu erfiðara að selja ráðgjöf heldur en að kaupa hana. Tíminn er búinn. Guðmundur, kærar þakkir fyrir komuna. Þakka fyrir að hafa mig.